Hér á Fagranesi á Reykjaströnd í Skagafirði á hann Kolbeinn heima, en Kolbeinn 10 ára gamall. Kolbeinn lengi búinn að hlakka til þessa dags, en í dag á að smala saman hrossunum sem hafa verið sumarlangt á fjöllum. Kolbeinn fer ríðandi í réttirnar ásamt Brynjólfi bróður sínum. Verst þætti honum ef þeir tefðu svo á leiðinni að búið var að reka í réttina loksins þegar þeir komast á áfangastað. En það engin hætta á því. Léttfeti, hesturinn hans Kolbeins, viljugur og brátt sjá þeir staðarétt þar sem allir bíða eftir því að hestarnir komi að fjalli. Það feikna mikið stóð sem kemur brokkandi í átt að réttinni og rykmökkurinn þyrlast upp undan hófum þess. Hrossin hafa verið sumarlangt frjáls í afréttinni en nú kominn tími til að taka þau í heimahagana því brátt kemur veturinn. Sérhver bóndi á sinn sérstaka staf eða dilk í réttinni þar sem hann safnar saman sínum hrossum. Hestarnir styggir en óneitanlega þeir fallegir og sterkir eftir sumardvölin á fjöllum. Þeir hafa ekki langan tíma verið í nálægð við menn en skyndilega þeir allt kring. Eigendurnir reyna að koma auga á sína hesta í þvögunni en hestarnir ólmir og óstýrlátir enda ekki vanir því að vera lokaðir af. Þessi þarf að gá hvort hann hefur fundið réttan hest, en hrossin mörkuð á eyrunum til að sýna hver á þau. Kolbeinn hlakkar til að vera nógu stór til að taka þátt í atvinnu í réttinni, en þar fá menn aldeilis tækifæri til að reyna kraftana þegar tekist á við ólma hestana. Folöldin hafa aldrei kynnst slíkum látum og gjörsamlega rugluð öllu saman. Það best að fylgjast með ofan af réttavegnum, en það tekur allan daginn að draga hestana í sundur í réttinni. Að því loknu heldur hver og einn heim á leið með sitt stóð. Hestarnir nú búnir að jafna sig eftir æsingin í réttinni og skokka þægir heim á leið. Kolbeinn orðinn þreyttur eftir ævintýri dagsins og verður því dauðfeginn að komast heim. Og víst að hestarnir því fegnastir að vera lausir úr prísundinni og því að komast í heimahagana þar sem þeir fá að vera óáreittir að sinni.